Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, herðu, við ætlum aðeins að horfa austur. Við ætlum að horfa til Indlands og svo kannski til Kína. Tilefnið að Trump lét verða að því að setja refsitolla á Indland vegna viðskipta við Rússland. Nú eru tollanir lagði 50% tolla á Indland. Og til þess að ræða þetta og kannski svona þróun í þessum heimsluta hingað kominn Ragnar Baldursson, stjórnmálafræðingur, doktor. Herðu, hvað ég man að fyrst þegar við vorum að fjalla þetta þegar að Trump var að hóta þessu. Og það náttúrulega eins og með yfirlýsingar hans tolla, það veit ekki almennilega hvort það vera að þessu, hvort þessi hótun sem á að efna eða ekki. Og þá voru viðbrögð móti í Indlandi, hann eiginlega yppaði gogg á móti, eins og sagtir. Hann sagði að hann myndi ekki fórna hag indverskra bænda og alþýðu fyrir það að beygja sig undir Trump og var með svona gorgir. Síðan leit út tíma að Trump myndi ekki láta verða að þessu. Það leit hann út eftir fundi með Putin að svona hótanirnar refsitolla á önnur ríki væri farið að borðinu, en svo allt í einu bara í gær þá þetta tilkynnt að þetta verði sett á og komið. Og þá spurningin, til hvers mun þetta leiða? Mun þetta leiða til þess að Indverjar beygji sig undir vilja Bandaríkjanna, slíti viðskiptatengsl við Rússland, eða verður þetta til þess að ýta Indverjum nær Kínverjum, sem því að hann komið fram í máli ýmissa að Indland leggur töluvert mikið út úr því að vera sjálfstætt frá Kínverjum. Þetta ekki þeirra óska bandamaður Kína og helst vilja spila leik að vera á milli Bandaríkjamanna og Kína, geta átt viðskipti og samskipti við hvort fyrir sig þegar þeim hentar. Kannski ekki svona vilji Indverja að vera beint rakið í fangið á drekanum. Hvernig metur þú þetta? Þetta mjög flókið og það svo allt sem snýr að allavega Kína og raunin Indlandi líka, að það verður að skilja það á mismunandi, einskur sagt á levels, eða það mismunandi stig eða fyrst og getur sagt að eitthvað þetta sé allt sem rétt sem hún sagðir, en svo getur það bara verið þetta sé allt saman misskilningur. Vegna þess að það fyrst og fremst maður verður eiginlega að skilja að Indverjar hugsa bara alls ekki eins og við Vesturlandabúar, en þeir hugsa heldur ekki eins og Kínverjar, og Kínverjar sem leiðist þeir hugsa ekki eins og Indverjar og þeir hugsa ekki eins og Vesturlandabúar og þeir hafa sínar eigin ástæðu fyrir því að gera hlutin eins og þau gera það. Indland var stofnað sem heimsveldi eða sem stórveldi af nýlenduherrunum, englendingum. Þeir sameinuðu Indlandsskagan og síðan náttúrulega klofnaði hann vegna Íslam og það voru tíma 2 ríki, Íslam og síðan hitt afgangurinn og svo klofnaði þetta aftur Íslamska ríki, Bangladesh og Pakistan. En afgangurinn sem alls ekkert ein heild, það eru hindúar langt sterkastir og það þeim stjórnað af Indlandi, stjórnað af hindúum. Móti þjóðinni sinni, hindúískur þjóðinni sinni. Hindúískur, sem töluvert mikið annað en einhver þjóðinni sinni á Íslandi eða einhver sem að reyna að fá aðkvæði út á útlendingahatur á Íslandi, það bara allt annað. Kannski hann eins og Trump lítur stundum út fyrir að vera bandarískur kristinn hvítur þjóðinni sinni? Já, vissu leyti, vegna þess að Móti kemur þannig fram og hans uppáskrift á það að Indland verða number 1 eða verða bara gildandi í heiminum og þróa iðnaðinn og svo framvegis, að það byggir á þjóðinstefnu. Þar af leiðandi hann tekur hann fjarlægð á Kína, hann ekki að fara saman leið, og þar af leiðandi tekur hann fjarlægð á Vesturlönd, á England, sérstaklega þetta gamla nýlenduveldið, og Bandaríkin eru á sprengi þess líka.
þannig að hann hefur aldrei verið handbendi, ekkert handbendi hérna enska menningarheimsins, engan veginn, en það bara hendaði þessar sögur sem hann var með. En til að halda þessari stöðu, að fara þína eigin leið og ekki halla sér upp að neinum, að þá verður að geta verið jafn mikill vinur allra, eða jafn mikill óvinur, eða þú vilt það? Jú, þá það annars vegar þetta bara að spila á þetta, má segja, að vera í, maður gerir þetta þessu tölvuleika, sjá hvernig þú myndar nýbandalög og hvernig þú reynir að breyta styrk hlutvöldum og svo framvegis, en bakvið, undirliggjandi eru ákveðin hugmyndafræði og þjóðnisíkja sem hefur sín áhrif og hefur áhrif á það hvernig ríkið hegðar sér. Eins og Indverjar, hagvöxtur á Indlandi er keyrður áfram af enganeyslu, og meðan í Kína þá hefur verið miklu meira keyrður áfram af samneyslu og svo útflutningi. Indverjarnir hafa líka verið í því. Mér minnir að ég held að sé rétt hjá mér að það sé ekki að 20% af hagvexturum eða af þjóðarframleiðslunni tengt iðnaði, sem er miklu minna en í Kína í dag. Ég man ekki hvaða tölur það eru, en þetta komið fram úr hérna landbúnaðinu. Þannig að það er annað. En þetta með saganum það að Indverjar og Módi hefur mikill óvinur Kínverja, það er bara, þú veist, það er algjörlega tengt hans þjóðernishyggju. Ég man eftir því að það sló mig, þegar það var nýbúið að ná völdum sem sett í kosningum, sem mjög góðri kosningu og var fyrir, ég veit ekki hvað, rúmur áratugur eða eitthvað, hérna þá fyrst það sem ég gerir að fara til Kína og hitta Xi Jinping á bara einstagsfundi, bara einhver staðar út í bæ, ekki í Peking eða neins staðar, ekki ofur heimsón, og svo kom nokkrum mánuður seinna aftur. Og þetta var áður en hérna það hefði alltaf verið einhver svona smá pyrringur út af þessum landamæru sem náttúrulega voru dregin af hvernig skiptingin er þarna á öllu þessu svæði og milli Kína og Indlands, að það er englendingar sem draga það, einhver gamall, ég ætla nú ætti ekki að segja þetta, en haldrukkir aðalsmaður sem dregur einhverja línu og segir hérna á landamærin, og hann náttúrulega fer ekkit eftir landamerkjum og er ekkit ennilega að þræða fjallstoppa því að kortið var ekki með nákvæmt. Og síðan eru það að rífast það hvernig maður færa, hvernig maður túlka þessi landamæri. Og hvorugt þeirra byggist einhverju þjóðuríki sjálfur sér. Kína er ekki, nútímaskilningi er ekki þjóðuríki í rauninni. Þetta er gamalt heimsveldi sem hefur mörg þjóðabrót innan sinna raða, en þjóðflokkurinn er langsamlega fjölmennastur. En síðan eru reynd að uppfylla þarfir annarra, og á Indlandi þá eru þarna aðrir trúflokkar sem eru mjög öflugir raunverulega, en sem er þá spurning hvort að Indland geti haldið saman, vegna þess að það eru þarna undirliggjandi, Kasmír er þarna og Það er ólíklega að það geti haldið saman á hindúisma, því það Já, það er erfitt. En Módi er alveg ótrúlega maður, hann hefur tekið stað saman og þá gera það hindúisma, og hann situr svolítið á þessu botlóki sem er það. Svo er Kínverjar hvorki Kína né Módi viðurkenna að landamæri sem voru dregin af englendingum séu rétt og endanlega landamæri þarna á milli, og en í rauninni eru þau kannski ekki á því að það eigi að vera mjög klár landamæri. Kínverja megin að þá segir við getum kannski alveg verið ósammála það nákvæmlega hvað þið eru, og svo getur bara unnið saman. En Módi hefur verið að byggja sig upp sem það að hann hafi tekið upp sammenning Indlandsskagan og Indland sem ríki, að það byggir á einskri heimsvaldastefnu, og það er raunverulega afsprengi heimsvaldastefnunar, og það er svolítið mótkverfa. Má ég spyrja einu, að því að Kínverjar eru sáttir við kínverska kommunistaflokkinn, af því að hann uppfyllir hefðbundna væntinga Kínverja til stjórnvalda, skilar þeim velsæld, hagvexti og svona möguleikum á því að framtíðin sé bjartari heldur en fortíðin. Af hverju eru Indverjar ánægðir með Módi? Já, þannig hittur naglan á höfuð. Það er sömu rök fyrir því að Módi heldur völdum að hann verður að skila aukinni velsæld og farsæld til almennings og en hann verður líka að halda ríkinu saman, því að það er hlut sem þetta búa til, og það er gert með þjóðernishyggju. Það er ekki eins og Kínverjarnir sem hafa mjög langa sögur með 2000 ára sögu af sammenningu. Módi, hann
Það er ekki þessi sameining sem í sögunni í Indlandi þó að þar hafi verið öflug ríki og stórkostleg menning þúsundir ára. Já, og það voru önnur ríki sem eða aðra menningar sem stjórnuðu sko áður. Það er búið að vera að ganga ekki marga fasa. Enska var fellt niður sem skyldunámsgrein í indverskum skólum mjög nýlega sko, fyrir bara okkur árum. Það eru stórkostlegt áfall fyrir enskar bókmyndir því að allra bestu bókmyndirnar í ensku bókmyndirnar hafa komið frá Indlandi áratugum saman. Já, og svo er þetta frá ríkismál sko, en það er bara að nú þurfum ekki allir að læra það, hindúismin er að aukast og þá fer að vera ennþá erfara að haldur saman vegna að þá er enskan, hindúmálið verður ekki mál allra. En í þessu tilviki núna, það er sko kynverið það sem þeir hafa verið að gera og þeir hafa ræktað mjög góð samskipti við Pakistan og þegar Vesturlönd gáfust upp á að reyna að stjórna Mið-Asíu og hrukk út úr Afganistan eftir að hafa reyndið þetta í hátt í 200 ár og síðasta tilraunin sko á undan Vesturlöndu var að Rússar reyndu að stjórna þessu og það náttúrulega eru Vesturlönd sko séð frá Kína og frá Indlandi, Rússland er eitt vestrænt ríki hafa Kínverjar meðalans til þess að sko þessar Afganistan brotnaði niður eftir að Vesturlöndu eftir Bandaríkjamenn og Íslendingar og allir hlupu frá Afganistan með skottið á milli lappana á þess að hafa breytt menningu Afgana neitt frá því að vera ættbálkarsamfélag eða ættbálkarsamfélag og það eina sem þau lærðu af öllu þessu bröldi það var að sá sem heldur á byssuna hann ræður sko, og þá var næsta skref átt að vera að skapa óryggi í Xinjiang og á öðrum íslenskum svæðum og Kínverjar voru búin að sjá það fyrir og þegar þú byrjar að rækta góð samskipti við Pakistana á þessum tíma og fyrr út af því að þeir hafa mjög stóran íslenskan þjóðnisminnelda hjá sér og landamæri líka saman og þegar á tíma Sovétríkjanna þá voru landamæri mjög örugg og það var ekki neitt það kom ekki íslenskur áróður frá Sovétríkjunum inn í Kína en eins og Íslamska ríkið en svoleiðis. Það gerist eftir að Bandaríkjamenn fara og það er á sama hátt og Bandaríkjamenn notuðu Ísland til að fella Sovétríkjunum á sínum tíma og reyndu síðan í því að reyna að ná tökum á Afganistan, gáðu síðan upp á því að það ætlaðu að taka svipaðan snúning á Kína með Xinjiang. Með að styðja talibanana. Já, eða sett bara eitthvað sambærilega upp. Já, og þá brugðust Kínverjar með harkalega við ekki með því að senda inn skriðdreka og dróna með og drepa leiðtoga einhverja sem ekki voru hreyfingar sem var ekki til að það bara lokuðu landamærunum og fylgdust með því hvernig þessi áhrif voru komin í landið og síðan tókur góð samskipti við Pakistan og það var að hjálpa þeim að vinna gegn fátækt og sama tilboð stendur gagnvart Indverjum er alveg tilbúin til að hjálpa þeim og ástæðan fyrir því að til dæmis þegar braust út þarna stríða milli Pakistan og Indverja nýlega að þó hafi ekki komið fram í fréttum það var ekki nokkrum vafum það að Kínverjar höfðu eitthvað það að segja að fá það til þess að hætta og ekki vera að fylgja eftir það kom í ljós að Trump segist það að stoppa þetta. Já, það er allt í lagi og það er bara ágætt. Það finnst Kínverjum líka mjög gott að hann fái að halda. Hann fái að njóta sín og þeir ábyggilega hafa Þeir fara aldrei í keppni við hann hvor bara alls ekki, sko. Þeir hafa örugglega bara eru nokkuð fegnir einhverjum hefur dottið í huga að leggja fram til friðarverðlaun Nóbel og Kínverjum myndi allir leggja það til. Að þá er það bara allt í lagi vegna þess að það stuðlar beinlínis að því að alltaf jafnvægi í svæðinu. Þannig að og þeir hafa örugglega þegar móti kemur til Kína þá er örugglega verið til þess að ræða samskipti við Pakistana og Kínverjar hafa örugglega þó að kemur hvergi fram en bara út frá því sem ég veit kínverskan hugsunátt og kínversku og má segja ofurverið hugmyndafræði í Kína í dag að þá hafa Kínverjar fullvissaðan það að Kína myndi gera allt sem þeir
í þeirra valdi stæði til þess að koma veg fyrir hernaðarátökum öll í Pakistana og Indverja og ef það breytust út átök þá væri það í þeirra óþök og þeir myndu reyna að koma í veg fyrir það en ekki blanda sér í átökun sem eins og hefur gerst. Nú er hérna módeli sem þeir hafa notað að hérna, sko, menn gleyma alltaf, það er alltaf verið að tala um það að það sé samskipti Kínverja og Indverja séu ekki nægilega góð, samskipti Kínverja og Japan eru ekki nægilega góð, en það er eitt sem ég lærði mjög snemma er að líta á hagtölur og athuga við hverja þessi ríki hafa samskipti og hafa viðskipti og það er náttúrulega Kína stærsti viðskipta hérna félagi í bæði Japans og Indverja og það og Kóreu líka það ekki? Jú, Kóreu, það er ekki hægt að sjá að þessi leikur sem menn er í að það hafi neinn áhrif á þess þá það er frekar að aukast viðskiptin algjörlega, það er frekar að segja að Kórea, Japan og Indland var að sogast inn í veldi Kína það er einlega til orða, það er allavega inn í þeirra hugsun áttu að þeir veist bara það er stundum talað að það mætti lýsa þessu sem svo að Kínverja vilja að öll dýrin í skóginum séu vini bara eins og dýrin í Hálsárskógi á sínum tíma og það er Kína vil vera bæjarfókitinn, eða ekki? Ég held að vilji reyndar að Sameinuðu þjóðirnar séu það en hérna Sameinuðu þjóðirnar hafa ekki bólmagn til þeir sem hafa komið til Sameinuðu þjóðanna og hérna séð hvernig skrifræði þar ríkir að það er nú augljóst að það er ekki bólmagn til þess en Kínverja vilja gjarnan sko vera þá þeir sem íta undir þá þróun og myndu gjarnan vilja beita Kína er stærsti stuðningsaðili friðarsveita Sameinuðu þjóðanna og ég held að það sé líka stærsti þeirra hersveiti stærstu þáttakandi. Þeir munu ekki fara að senda hermenn til annara landa til þess að koma frið. Það eru Sameinuðu þjóðan sem gera það en það eru kínverskir hermenn sem eru í þeim. Nú varðandi hvað mun gerast núna, sko nú er móti að hérna, sko Kínverjar búin að sjá þetta fyrir löngu síðan, sko með Trump hvað er að gerast. Þeir eru búin að undirbúa sig og þannig að þeir hafa tak á Bandaríkjamönnum, þeir megi ekki slíta viðskiptatengslu við Kína vegna þess að bandarískur hátækniiðnaður og bandarískur her er háðurinn. Og Kínverjarnir meta það að þeir að hótanir Trump séu innihaldslitlar vegna þess að ef hann beitir þeim að þá munu það skada Bandaríkin meira heldur en Kína en mann ger ekki alltaf skynsamar hluti þannig hann gæti gert þetta og þá hugsa Kínverjarnir sem svo að þá förum við bara í átök við hann þá setjum við tolla á móti. En ekki hernaðarátök. Nei, þá setjum við tolla á móti. Þeir hafa bara takað á móti. Þeir tóku þess ákvörð að gera það svona. En það er búið að vera, það er örgulega búið að taka ákvörður ef þetta gerist, þá gerum við þetta. Ef þetta gerist, þá gerum við hvað annað. En maður hefur svona átt að segja á því og það hefur næstuði komið fram að þetta er eiginlega afstæða Kínverjana. Að þeir eru bara undirbúið sig undir það ef að tollarnir verða hækkaðir þá munum við verða með einhverjar mótvægisaðgerðir. Og það er og menn segja sem svo að já líklega mun þá Trump ólíklega setja mikla tolla á Kína umfram það sem að komið er. Ef hann gerir það, þá mun það líklega skada Bandaríkin meira en Kína. En Kína er náttúrulega miklu sterkari aðili heldur en Indland og maður getur hugsað sér svo að Indland er ekki þessari aðstöðu eða hvað. Þeir háðir viðskiptu við Bandaríkin svo mikið að þau verða að beygja sig undir vilja Trump. En þeir eru líka mjög háðir viðskiptu við Kína. Það er búið að taka fyrstu skrefin. Það er búið að ákveða að hefja aftur beint flug á milli Kína og Indlands. Það var fellt niður í COVID og svo var það ekki hafið aftur og það meðal annars vegna þess að Indverjar voru að bera víurnar í Bandaríkin og reyna að halda áfram að vera góðir vinnir þeirra og Rússa og halda að þeir getu það. Það er ekki að gerast. Þannig að þá er beinlínis verið að ýta þeim í fangið á Kínverjum eða allavega þá tilbúið að stendur. Sko, Kínverjar vilja auka samskipti, vilja tengja hagkerfin og það er að gerast en Indverjar hafa stíð frekar á móti og vilja vera kannski sjálfstæðari og Kínverjar þeim finnst alveg fáránlegt bara út frá þeirra grundvallar hugsunarhætti á þess að þeir hafi sagt á nokkur staðar að Pakistanar og Bangladesh og Indland eldigrátt silfur að þeir vilja að þau séu auki samskipti og ég get alveg ímynda sko nú er mótið að fara á fund
þessara Shanghai samstarfsins, þessi SOA eða eitthvað, það hérna, sem var efnt til að auka öryggi á landamærum eða í Mið-Asíu, sko, og það raunverulega eftir fall Sovétríkin voru landamæri Kína í norður, það voru bara Sovétríkin og ekki engin annar, en nú voru fjöldin allar ríkjum þarna og þau eru nánast öll í þessu Shanghai samstarfi og Indverjar voru komnir inn í það, en núna eru þeir að mæta og hafa fund með Kínverjum og það félst meðal annars í því að þeir skiptast á upplýsingum tilraunir til þess að lauma útsendur Íslamska ríkisins inn í þessi ríki og undirbúa hryðjuverk og lögregla og hér hefur töluvert samstarf á því sviði og öryggismálum og minnka smygl og hérna ólöglega bara innflytja þetta ef það sem kom veg fyrir að það verði mikill innflytja þetta ströymur þarna á milli og svona. En þá bara að taka næsta skrifi, það að ég bjartsýnismaður. Það getur allavega farið allavega, en ég held að það sé mjög líklegt að Módi verði í boði það og þykir það að hafa svipuð samskipti við Kína tækninýjungar eins og í Arabaríkin, eins og hérna og Íran, sko, og það að Kínverjar eru hjálpað við tækniþróun. En að einhver leyti eru Indverjar háðir góðum samskiptum við Bandaríkin? Það sjálfsögðu, en þeir Bandaríkin eru að slá á það, þannig að það beinlínis verið að þvinga þá til þess að taka upp meira tæknisamstarf í Kínverja. Það getur verið efnahagslega skynsamlegt, en í ljósi þess að þarna er verið að reyna að halda saman hindúisku þjóðernisríki, að þá eru svona ögrannir eins og Bandaríkin eru með, það sem eru að ráðast á okkur, eins og þið sagt. Það ýtir undir það að menn svari þá ekki með sáttum heldur þvert á móti. Ég held að það verði ekki komið eftir að fund þannig að eftir að Módi verði í Kína þá verða einhverja yfirlýsingar og þetta er nú þegar byrjað með fluginu og svo verður eitthvað talað að auka samstarf og það er ekki víst að þeir segist alltaf vera með í silkileiðar samstarfinu eins og Pakistanar, en það er ekki útilokað. En jafnvel þó það sé ekki gert, það held ég að verið með svipaðum hætti eins og til þess að Norðurlöndi, þá eru Danir og Svíjar, þeir eru ekki, Danir og Norðmenn og Finnar, þeir eru ekki hluti af þessu silkileiðar samstarfi, en að mestu varst Finnar og Danir og Norðmenn kannski síðar að þeir eru bara þáttakendur í verkefnum og eru sem sagt raunverulega þáttakendur. Íslendingar líka, jarðhitasamstarf Íslands og Kína, það er raunverulega má segja sem dæmi ger svona silkileiðar samstarf. En þá það væri líklegt sko að eitthvað svipað gerist í Indland. Kínverjar eru að opna leið þarna frá norðvestur Kína yfir í þarna til Innlandshafs og þá hjálpa Pakistanum að byggja höfn og byggja þarna upp mikið efnasvæði sem hjálpa þróun þessa svæðis og Indverjar gætu alveg umlotið góðs af því og eins gæti þessi núningur á landamærunum, hann gæti snúist við þegjandi og hljóðlaust yfir í það að í staðin fyrir að vera að kenna þessum hermennu þannig bardagalistir og það er augljóst sko Módi og Xi Jinping að þeir sömdu það að ekki hleypa byssu og þeir hættu, það verður ekki gert sko, þeir bara barist með grótum og bareflum og þeir eru allir og hermennir sem eru sendir þangað eru vel að sér í bardagalistum og Kínverjarnir hafa heldur betur og landamærin eru bara eins og þau voru, en það gæti verið að þeir fara að setja upp einhverjar hraðbrautir og lestir og eitthvað svoleiðis, einhvers konar samgöngutenging sem náttúrulega hjálpar öllu svæðir, sko, Nepal og þessum ríkjum og Úkraínu líka. En ég veit ekki hvort þú viljir færa fókusin núna til Bandaríkjanna, að utanríkisstefna Bandaríkjanna virðist þá vera undanfarin ár, það er ekki bara núna undanfarna mánuði en með vaxandi hraða undanfarna mánuði.
Það maður getur orðað sér svo að Rússar hafi verið raktir í fangið á Kínverjum og nú eru Indverjar raktir í fangið á Kínverjum. Þannig að það er eins og Bandaríkin og sérstaklega Trump sé að flýta fyrir einhverju svona umpólun í alheimskerfinu með að byggja upp sterkt mótvægi við það kerfi sem að Bandaríkjamenn smíðuðu á eftirstríðsárunum. Það lítur nákvæmlega svona út fyrir þá sem er að æfa sig í herstjórnarlist með tölvuleikjum eins og The Last War eða eitthvað svoleiðis að þá er þetta akkurat það sem er að gerast. En Trump er örugglega ekki í tölvuleikum. Hann hugsar miklu einfaldara plani og hann er alveg örugglega mjög ákveðin í því að America number one, Bandaríkin sem nummer 1 og ef það er eitthvað sem Bandaríkin eru ríkjabandalag og ríkin innan Bandaríkjana eða köllum þau fylki en þetta eru raunverulega ríki og þau hafa mörguleiti mismætti löggjöf og svona nú er eitthvað að reyna að breyta þau með að senda þjóðvarliða inn til Washington og svo framvegis og það er að taka upp dauðarefsingu þar og svo framvegis en þetta eru mismætti ríki og það sem heldur þeim saman er þetta Bandaríkjunum eru best America number one en ef þau eru ekki ef þau eru það ekki lengur að þá er spurningi hvort það sé eitthvað sem heldur þau saman er eitthvað annað sem heldur þau saman og þau hafa verið number one frá því eftir þeir náttúrulega sigruðu breska heimsveldið og þeir fengu og líka frakkana í rauninni þeir fengu sjálfstæði byggt á vopnavaldi og þeirra vald byggist á vopnavaldi verulega leyti líka í Suður-Ameríku og kringum það er enginn sem þorir að snerta það og Suður-Ameríkuríkin eru langrættust við það að þau bara fari inn og berjist við einhverja skæruliða eða opnaða sveitir en samt Bandaríkjamenn eru treg til þess það er þeirra tjóndarsaldri þeir ættu við að reyna kúpu og svona en þetta er eitt en allt sem hann er að gera í rauninni að það grefur undir þessu America number one vegna þess að Rússarnir að þeir sem er náttúrulega vestrænt ríki að þeir eru minnir svolítið á seinni heimsstyrjöldina þegar þeir eru búin að þeir ganga þannig frá málum í austur Kína og norðaustur Kína og í Síberíu að Japani myndi ekki ráðast á Rússland þeir yfirðu upp innanríkis deilur í Kína veiktu Kína þeir stóðu bæði bak við þjóðinni sinna flokki sem hefur stjórnað síðan Tævan að mestuleyti og svo það sé ekki núna og svo náttúrulega kommunistaflokkin þetta er hvort ekki að stofna frá Moskvu í rauninni eða skipulegt frá Moskvu kínverski kommunistaflokkurinn tengdur sem beint hluti af þriðja alþjóðasambandinu og Chiang Kai-shek var komið til valda á Stalin að setja til valda og þá eftir að það var búið að setja það dæmi upp að þá og Japanir ætlaði að taka Shanghai að þá réðust kommunistar og þjóðin sem ráða og tókuð harta móti og Japanir alltaf þeir hefðu ekki bolmagn til þess að ráðast á Sovjeturíkin eins og Þýskaland var að reyna að gera þannig að austrið var friðað þar sem að Sovjetmenn gátu slakað á í austri og ekki verið með mikinn viðbúna þar þegar svipað ástand núna vegna þess að það er ekki þessi spenna í Asíu á milli Kína og Rússlands á því svæði það eru mikið að kínverskum innflytjendum komin inn í Rússland og ég minnir að Putin hafi gefið Kínverjum land eða sagt þeim að mættu rækta sojabönir á þessu svæði og kínverski bændum verið velkomið að koma og gera það og þannig að það er slakað og það er þannig, en það er ekki þar með sagt að þetta sé einhvers konar samruni að þetta séu Rússar eru mikil hernaði þjóð og styrkur rússneska heimsveldi sem er alltaf byggst á hernaði og það er bara núna eins og fyrir á Stalin tímanum og keisaratímanum og síðan á undir Putin að þá er, þú veist, og við Vesturlöndum eru náttúrulega ít undir þetta með því að við halda þessu stríði þarna í Úkraínu og segja
við verðum að taka á móti þar sem við höfum ekki bólmagn til, annars ráðast á Eystrasaltsríkin og á Evrópu og hvað við þau á að gera. Sko, þessi hugsunarháttur náttúrulega það sem Rússar vilja og að viðhalda þessu. Svipað umverulega upp á teningnum hinum megin, sko, í hérna á Indlandi og hérna Pakistan og svona. Kína faktorinn sem sá þáttur sem viðheldur stöðugleika á svæðinu og þeir munu nálgast samskipti við Indverja með það fyrir augum að viðhalda stöðugleika, auka viðskipti, gera Indverja eins og Pakistana háða viðskiptum við Kína og og það nefnilega mikilvægt, líka Kína háða viðskiptum við þá vegna þess að þeir myndi aldrei treysta Kína nema það gerist. En hvernig falla þessi lönd saman? Ef það hérna aukin samþætting efnahagslífsins? Það engin nætt á því. Menningin svo ólík. Það eru Indverjar, þeir eru mjög fornmenning, þeir hafa letur sem hljóðletur, þeir eru sanskrit, þeir eru upphafi þeirra. Þeir eru mjög meðvitaður það hindúarnir að hérna indóevrópska menningin, evrópska menningin með örluleiti rækin til þeirra eða til Indlands. Þetta það sem þeir standa fyrir. Kínverjar bara alls ekki. Þeir skrifa myndletur og þeir hérna eru með Konfúsíus og hindúarnir þeir telja það að heimurinn þróist í löngum svona eitthvað nirvana, sko, og svo það sé karma, sko, þú endurfæðist eftir kannski 100 ár eða 1000 ár og þeir hugsa, sko, mjög löngum ferlum. Þú ert ekki með svona eina einföldu manngildis hugmynd svona vestrænar hagfræði að svona viðskiptin það má vel vera að þessu með svona ólíka menningu og svona en þegar viðskiptin fara í ganga þá það nú eðli mannsins að gera það sem honum hagfelldast og þannig mun þetta það sem náttúrulega hagfelldast fyrir mannin að vinna saman og vera í samstarfi. Ég var að lesa í gær á BBC einhverja grein það að þeir höfðu verið að greina Egyptana og þá kom í ljós að þá voru eitthvað 20% minnum eða allavega verulegu hluti af genum sem hefur uppruna frá Miðjarðarhafinu frá til dæmis Babylon og því svæði og Persönum og svona, það hefur verið samskipti þarna á milli og það þýðir að það voru viðskipti þarna á milli og hérna og ég held nú að menn ætla að finna eitthvað form fyrir eða eitthvað svona mannlegt eðli bak við það hvernig maður hegðar sér, það nú ekki í því að leggja allt annað undir sig, það neandersmaðurinn og hérna homo sapiens að þegar ég var að lesa líka greinu það gera það ekki þannig, sko, að homo sapiens hafi bara þurrkað út vegna sem hafa svo ljótur og þeir eignuðust börn með þeim þvert á móti og það eitthvað aðrar ástæður sem við skiljum ekki en þeir voru bara ákjarlega saman og ég held kannski að módelið fyrir því hvernig við ættum að vinna saman við ættum kannski að finna það út frá sem samskiptum neðalsmannsins við homo sapiens á sínum tíma þess vegna, sko. Og þú talar leggur áherslu á hversu ólíkar þessar þjóðir eru eða fólki sem býr í þessu ríkjum því að þetta eru náttúrulega ekki þjóðríki. Já, þeir eru samt undir áhrifum hvor annari og Kínverjar eru mjög meðvitaðar það. Þannig mikið í kínverskri menningu sem á rætur að rekja til Indlands. Já, og það voru samskipti og þeir tóku þarna upp búddismann það kom frá Indlandi og ég hélt þegar ég var ungum maður og var að fara til Kína til náms 20 að þá hélt ég nú þá hélt ég að hindúarnir að Indverjar væru líka búddistar og svo kosti að það væri bara alls ekki þannig. Það búddismi hann lifði áfram í öðrum ríkjum og svo breyttist hann og svo framvegis og rann saman. Það ekki til svo menning sem ekki undir áhrifum frá öðrum menningareimum og indversk menning auðvitað mjög sterkum áhrifum frá vestrænni menningu eins og kínversk menning í dag. En þau eru öðruvísi samt, það eru grunneinkenni sem eru öðruvísi og það mun halda sér. Það bara ágætt, það bara fínt, það bara hluti af því að vera maður. Það að ef þú ert að rækta garð þá, ég þykki eftir að Íslendingar finnst gaman að vera með grasflötur í framan sig, þetta mér sé að eyðileggja hraun og til þess að búið til grasflöt í Hafnarfirði. Helst beita gras sem þú þarft að slá 4 sinnum yfir sumarið. Já, og það þá eitthvað sem þú gerir við sumar en þarft ekki að gera við veturinn og svo þeir ekki þessu garði að öðru leyti. Þannig að sko, menningin skiptir máli og umhverfið sem vart í.
En Kínverjarnir, það sem sérstakt við þá, að það einhverju, að sjást núverandi í samrunanum, í þessum gagnkvæmu áhrifum, að þegar ég fór að stúdera gömul kínversk fræði, þá komst ég að því að hugmyndi í Kínverja sátt og samlyndi innan náttúrunnar að maður, himinn og jörð og maður, það er ein heild og maðurinn er hluti af náttúrunni og eina leiðin fyrir manni til að þrífast er að vera í góðu samkomulagi við náttúruna. Þeir hafa gert sín mistök Kínverjar, þeir hafa fellt skóga og það hafa komið eyðimörkur í staðinn. Og þá hafa það bara fyrir nokkur mörgundur árum, þá ræktuðu bara skóga aftur upp á þessu svæði eftir að hafa uppgötvað þetta. Þannig að þeirri hugmynd sjálfbara þróun, hún er komin ángað. Heldur sem unur á Kínverjum í afstöðunni til umhverfismála, sem kannski snúa tanninu þangað, og Vesturlandabúa það sem er kannski ríkjandi í menningunni, hugmyndunum að maðurinn sé einhvers konar konungur sköpunarverksins, sé yfir sköpunarverki hafinn. Okkur var gefin öll dýrin eiginlega og nefndum þau og þannig að þau eru bara til í okkar ríki. Já, það er eiginlega einn mestasta menningin kannski á vestarrændi menningu er að við erum að segja skili við þá hugsun. Við höfðum okkur svolítið eins og maðurinn stjórni náttúrunni og neyði náttúruna til þess að hegða sér eins og við viljum og hún geri, sem hún gerir náttúrulega ekki raskat. Náttúran er miklu öflugur en við. En hugmyndunum sjálfbara þróun sem kemur þarna fram í lok seinasta aldar og norðmenn Brú Halmlem og Norðurlanda þjóðirnar að þær hafa síðan beitt sér fyrir vagnin í því að hún er mjög hún er að verða mikilvægur og ég held að Guðshugmyndir sé líka að breytast fyrir mínu forfeður sem voru prestar í 4 ættliði að þeir kenndu sínum afkonundum að Guð væri hið góða í manninum og hið góða væri eiginlega Guð, ekki það að við ættum að stjórna öllu, það var ekki þetta með það eins og sumir halda Samtala hugmyndum að maðurinn sé samverkamaður Guðs í sköpunarverkinu og þar alveg megi hann halda áfram að skapa og drottna svolítið yfir því. Það er svolítið í kristninni þessi hugmynd. Já, það er svolítið í kristninni en hins vegar byrja Biblíun á einhverjum það að Guð hafi skapað mannin í sinni mynd. Við getum líka snúið í við og sagt að þar með þá skapaði maðurinn Guð vegna hann er í sinni mynd og þegar eiginleikarnir eru sameiginlegir og þróa sameiginlega saman og það er þá held ég að líklega að okkar Guðsmynd hér á Íslandi, hún er nú frekar jákvæð og einkennist á regnbogalitum og öllu mögulegu þannig að þetta breytist, heimur og menning hún breytist og en það sem er að gerðist núna í Kína nýlega og ég segi nýlega það eru síðustu 100 ári eða svo að það er að þegar vestræn menning kemst í snertingu við kínversku menninguna þá var með ópíumstríðinu og kínverska ríkið brotið niður að þá hefst ferli sem endar með því að útlendingum er hent út eftir kínversku byltinguna 49 og þeir reyna að bjarga sér sjálfur bara og er ekki að læra mikið af Vesturlöndum og ekki nema marxisma og marxismin er líka með þetta að maðurinn eigi að stjórna náttúrunni er samt innan sveiga en hann verður samt að gera það samkvæmt með lögmálum sem gilda í náttúrunni en það er þessi hugmynd það að iðnaður og maður sé aðalmálið, það er raunverulega kristin hugmynd þetta með kommunisman, himnaríki og jörðu og þetta allt saman það er raunverulega kaþólsk hugmynd sem kemur inn í marxisma þannig en Kínverjarnir þeir hafa tekið mjög áhugaverðan snúning þeir tókst ekki að gera þetta algjörlega á sín eigin forsendum og þeir þá snúa sér aftur á marxismanum og hafa gjörbreytt ýmsum af hans grunnhugmyndum og það sem stendur eiginlega eftir er að í staðin fyrir það að fyrst verður að iðvæða ríkið og svo tekur einhver örægastétt völdin með einhverju byltingu og kemur á sósíalisma og kommunisma og einhverju með því að kúa síðan einhverja hljómar eins og þetta eins og þú segir kemur einhver bylting og einhver örægastétt og einhver bylting þetta voru aldrei gerst þetta voru aldrei gerst samkvæmt kenningunni en kemur þegar núverandi leiðtogar eru að segja við unga fólkið þið að læra hugmyndafræði marxismans
þá kemur alltaf, ef maður les svolítið meira, þá kemur í ljós að þeir segja að hún stöðugt breytileg og verður að breytast eftir því hvernig tímandi breytast og eftir því sem við lærum meira um heiminn og svona. Og þá verður eiginlega eina sem eftir að iðnvæðing á að þjóna hagsmunum almennings. En ekki að iðnvæðingin sé sjálfstæð og skapi einhverja öryggastétt og almenning. Það ekki þannig. Það að hagsmunirnir eru þannig að hluta af heildinni og einhvern veginn þeir byrjuðu síðan að sína hröðu iðnvæðingu kynverjar ákvaðu við skulum ekki vera að finna upp hjólið þegar einhver aðrir hafa fundið upp það, við skulum bara vinna með þeim og leyfa þeim að græða eitthvað á Kína og svona og þá 1978 þá var þessi ákvörðun um breytingar og opnun Kína tekin. Þá óborðan hröð þróun en alveg hent fyrir róða þetta með að vernda náttúruna og hún bara mörg af þessu verkefni mjög mengand og þess vegna var þetta ódýrast náttúrulega og margir sem fóruð þangað. En svo snúaði allt inn við blaðinu núna á þessari öld. Bara fyrir stuttu? Já, það gerist bara, þú veist, bara núna í dag. Mér langar að spyrja út í það, mér langar að taka eina svona neðamálsgrein, af því að þú varst að tala um marxismann. Hann náttúrulega verður til í Þýskalandi, í svona iðnríki, í iðnbyltingunni í Þýskalandi. En síðan má ég að segja hann að við flutt austur, fyrst til Rússlands og svo til Kína. Og marxisminn kannski í nútímanum þar að leiðandi ekkert svo vestræn hugsun, þar sem að marxisminn lifir og notaður að einhverju leyti, það í Kína og svo að segja að þeir hafi að sömuleyti verið að umbreytunum og þannig að ég veit ekki hvort að vestrænir marxistar ættu að fara til Kína og aðtóa hvernig marxisminn hefur það. Þetta stórt þema, ég hef ekki hugsað þetta alveg nákvæmlega svona en það auðvitað þetta sem að gerast að Lenin tók út marxisma og síðan tókst honum svona vel vegna sem breytt honum og það var ákveðin hugmynd í marxisma að stökkun í framtíðina Rússarnir hafa verið uppteknir af því að vilja vera þróaðir en Evrópa, Vestur-Evrópa og náttúrulega kommunistarnir innvættu Rússland mjög hratt og tókst mjög vel við það og það kom kapphlaup út í geiminn og svo framvegis. Það var bara eiginlega sorglegt hvað þeim gekk vel við innvæðinguna því að þeir reyndu að nota sömu aðferðir við að umbreyta landbúnaðinum og það fór illa. Það fór svolítið illa, já. Það var algjör katastrófa, en það þið töldu bændurna að vera óvinni byltingarinn og svo framvegis. En þetta önnur umræða sem sérsvægt alveg rétt að taka kannski eitthvað seinna og ég alveg til að skoða hvernig þeirra marxismi flutti austur og þá kannski að horfa sér svo að marxismin sem á Vesturlöndum það nú kannski bara eitthvað svona sófakoma sport en í Kína þá eru menn að reyna í alvörunni að reyna að aðlaga hann eða nota hann til þess að Ég var gróharmlega, var hún ekki sósíaldemókrati? Ég meina, hún náttúrulega það breyttist marxism á Vesturlöndum, hann klofnaði og það var, þau fóru yfir í sósíaldemókratíuna og hann sjálfur sér lifandi og sjálfur sem að segja að það sé sem sagt þessi hugmynd sjálfbæra þróun og þegar við tölum sjálfbæra þróun þá erum við ekki að tala um það þróun sé ekki þróun á stoppi og verði bara Það hér á Vesturlöndu þá þetta hluti á endurskoðun á marxismánum þannig kemur það inn í opinberu stjórnmálumræðu á Vesturlöndum alveg eins og raunin í Kína Já, maður segja það Herðu, en að því að Indland byrjum að tala um það er mikil mengun í Indlandi eins og var í Kína og í Kína þó svo að stefna stjórnvalda séu að leggja áherslu á sjálfbæra þróun og minnka mengun kannski. Það var ekki stefna kínverskra stjórnvalda 1978 til 2006 allavega. Þá var ef það virkar, ef það er hægt að græða á því, ef það er hægt að þróa iðnaðinn, að þá skulum við gera það. Og það var, allir hugmyndafræði þetta var hugmyndafræði. Það sem hún græðir á það er rétt. Já, það er bara kapitalismi og bandaríkjamenn og margir á Vesturlöndum, hagfræðingur og aðrir og Kínverjar sjálfur, margir þeirra, jável inn á æstu forystu Kína, héldu að umbreytingarnar væru raunverulega ekki umbreytingar, bætur sem miða að því að breyta kínversku samfélagi í einhvers konar kópíu af Vesturlöndu sem væri þá kínversk með kínverskum sérkennum en hún væri vestræn og að
og að það væri framtíðin en svo kemur í ljós að það bara ekki svoleiðis og þetta kemur uppgötvað svona svipað leyti og Vesturlandabúar og Bandaríkjamenn að þeir eru raunverulega með annað módel og að það ekkert sko það gerðist þegar ég kem sem diplomati í Kína 1995 þegar við stofnum sendiráðið Íslands þar að þá var mikið í fréttum að það hafði verið flóð í þriðja stærsta fljót í Kína sem Huaihe heitir það Huaifljót sem rennur inn í Sandungskagan eða kemur það niður og að þar hefðu spilst akrar vegna þess að í þessum flóðum vegna þess að vatnið var svo mengað að agrarnir voru ekki bara eyðilögður heldur ef það var hægt að rækta eitthvað þá var það stór hættulegt það var svo mikið vegna þess að efnaðinaður hefði bæði sko, í prentinaði og svo í litainaði þegar sútun og slíkt það var öll bara dælt út í fljótið og það í þessu alls konar efni sem fór inn í jarðveginn og þeir eru að skipta út í jarðvegi og svo framvegis og þetta var 95 þá var vandamálin að koma upp sko og þá allt í einu áttaði sig á því ef við höldum þessa leið áfram þessa leið að þá getum við ekki brauðfætt okkur og þannig hefði það farið þau ekki byrjað að breyta en það tók á ákveðin tíma að áttaði sig hvað ætti þá að gera og þegar Gro Harlem kemur með hugtæki sjálfbæra þróun þetta í lok 20. aldar að þá hlustuðu Kínverjar og byrjuðu að fylgjast með þessu og síðan á fyrsta áratug aldarinnar þá þeir hefðu alltaf verið að læra eitthvað jarðhita hér á Íslandi og árið 2006 að þá loksins ákvaðar að gera svona smá tilraunaverkefni með Íslendingum og það stofnað dótturfyrirtæki, lítið dótturfyrirtæki að eitthvað jarðhita í nála Sían þannig sem fyrst í keisarinn grafinn í Xiangyang borg sem útkverfið frá Sían að það var svona lítið tilraunaverkefni og síðan hefur það geta bara þróað í það þeir voru bara aðtöku hvort það var hægt að nota jarðhita með þessum hætti það hefði aldrei verið hægt áður vegna það var allt og dýrt þú þetta grafast djúpar hólur miklu einfaldar að brenna kol en þeir voru að byrja að prófa þetta og síðan má segja að þetta verkefni hefði eiginlega umbreyst yfir í það sé eiginlega dæmi gert fyrir það þegar Kínverjar ganga inn á leið sjálfbæra þróunar þegar ég sjálfur mér að sé áður en ég var starfsmaður utanríkisþjónustunnar þá var ég vitna því þegar íslenski ráðamenn voru að segja útlendingum sem komið heim svona Japanum eða Kínverjum eða bara hverjum sem vildi hlusta að þá erum við erum ákveðið guðspjall sem við alltaf þyljum og það það hvað jarðhiti þessi stórkurslögur og þegar ég læra af Íslandi og íslenska og Lára Ragnar Grímsson var mjög duglegur að flytja þetta og Vigdís Finnbogadóttir líka og bara allir Davíð Oddsson og allir sem ég hlustað á við voru allir að segja útlendingum að við getum hann samstarf jarðhita þróun og svona og síðan komu sérfræðingar vísindamenn frá öðrum löndum og sérstaklega frá þróunarlöndum og lærðu að gera jarðhita en okkur gekk illa að fara með þetta til útlanda sko, vegna þess að sérfræðingar okkar í jarðhitamálum þeir eru vísindamenn og hugsuður það var nú reynt þarna með í orkuveituna þegar reifastofnað, það voru svona einhverjir kappójar settir yfir þetta já, þið byrjuðu örlítið fyrst sko áður meira að segja einhverjir verkfræðingar sem hefur farið niður til Kína og ætluðu að gera raforkuveri í Suður Kína og það sko frá því lok seinstu aldar já, það sem í lok svona 93-94 sko meira áður sendir ástanda þetta alltaf út í sendin og síðan koma útrásavíkingarnir þetta fyrirtæki einmitt 2006 að þeir voru í því að gera þetta og svo voru konur ykkur verkfræðingar á staðinn og eitthvað byrjað svona smávegis en það tók, síðan kemur hrunið sko, og þetta fyrir allt saman út í sandinn og þá tekur við upp úr 2010 sko, þá ertu að finna einhverjar leið til að bjarga sér út úr þessu og Kínverjar voru þá búin að ákveða þeir ætla að starfa með Íslendingum að þróun jarðhita og þá var ákvörðunin að koma það að þeir ætlaðu að fara þessa leið grænnar þróunar
2010 en raunverulega ekki á fullt fyrir 2012 þegar núverandi leiðtogar Kína taka við þegar Xi Jinping og þessi menn. Xi Jinping var 2013 þá var hann kosin forseti en formaður 2012 og þá eru komnir sko Íslendingar gátu hvergi fyrir fjármagn, við áttum enga peninga þannig að þau voru að bankarnir hirtu reiturnar og voru að leita einhverju fjárfestum sem gátu fjárfesta í þessu og þeir voru einhverjir íslensk fyrirtæki sem voru að leita peningum í það og þenda á því að núverandi aðilar, það hópur sem Haukur Harðarsson, einn af þessum útrásarvíkingur sem ég hef tilhengur til að kalla þá græna útrásarvíkingi vegna þess að hann hélt áfram útrásinni en þá í jarðhita og hann tók yfir reitundar og síðan hefur sett 2000 og eftir að það gerist núna á hérna öðrum áratögnum og að þá hefur það hraðin aukist að þetta fyrirtæki hefur stækkað 10, 20, 30% á ári og hérna ég var aðtöðað í gær hvað umsvifin voruð mikil og það samsvarar því að umfangið í hérna húsnæði sem hitað með hérna jarðhita frá þessu sameiginlega fyrirtæki Íslands og Kína þar sem Íslendingar eiga eða fjárfestar í kringum Hauk Harðarsson og hérna hann sjálfur og síðan kínverska olíufyrirtækið Sinopec sem eitt af stærstu fyrirtækjum í heimi, annars stærsta olíufyrirtæki Kínverja að það eru hituð upp svona um 2 til 3 milljónir íbúða heimila og það náttúrulega það umrýknaði yfir heimili en sem sko bara eins og 8 miljón manns pluss. Já, það er eitthvað svoleiðis, það er hvað, ég veit ekki hvað svíamargir. Það eru 10 pluss. Þannig að og hérna og ef þessi hús, ef þetta svæði yrði skólar og spítalar og svona með sér inni sem þetta gæti alltaf stóra hluta en og þetta fyrirtæki með sko 1/3 af öllum jarðhitamarkaðnum í Kína svo önnur smærri fyrirtæki sem í borgum og svona litlu minni svæðum þannig að það er ekki eitt fyrirtæki sem getur ráðið yfir þessa þróun og svo getur ekki ráðið við vöxtinn sem að þarf 10-15 ár sko það er hérna og en svo sé búið að hitaveitu væða Svíþjóð á 10 árum. Og það er bara sko íslenska fyrirtæki, en það er Ísland, íslenska þetta sameiginlega fyrirtæki Íslendinga og Kínverja, það er með 30% af kínverska jarðhitamarkaðnum og ef við umreiknum það í kol, ef kol hefur verið notuð til þess að hita öll eftir hús að þá, og það er náttúrulega bara yfir veturnar en það er alveg sama ef við myndum taka bara hvað sparast til losun á einu ári að þá er það eitthvað 8 miljón tonn af koltvísýringi, 8 miljón tonn. Þú nefndir Ólafur Ragnar og hann var alltaf að leitað íslensku leiðin í hinn og þessu. Ef við myndum kalla þetta íslensku leiðina, þá er þetta eitt með stæðstu umhverfisverkefnum í heimi. Þetta er eitt af stærstu umhverfisverkefnum í heimi og ekki bara Íslands, þetta er bara í heiminum og samstarfsverkefni milli hérna Kínverja, kínverskt risafyrirtækis og lítils íslensk fyrirtækis eða fyrirtækis sem rekjað við Íslendingum og það er sko ég veit ekki hvort þú veist hvað hérna Íslendingar losa mikið af sko íslenska hagkerfið við erum alltaf ekki með 400.000 ég bara kann ekki tölurnar sko talan er eitthvað 4,2 miljónir við erum með, ég veit, ef þú tala svona sporin, að þá erum við eiginlega mest umhverfissóðir í heimi á hvern mann, já en já, það getur verið en við erum alltaf að lofa, við erum alltaf að segja sko hver, ég veit ekki innan ráð þegar við erum búin að skrifa undir alls konar samningum við erum ekki staðið við neitt af því nei, og þeir sem skrifa undir þetta, þeir ætla sér ekki að gera það því að þeir vera hættir í stjórnmálum. Þú ert líklega að taka dæmi þessu til að sýna að það sé full alvara á baku þetta í Kína. Það er meira en það, þeir beinlína skerðu þetta íslenska verkefni, það er dæmi gert fyrir það hvernig þeir taka á sjálfbæri þróun, það er stofnað þeir segja til þess að gera þetta, hvað þurfum við að gera? Við verðum þá að ákveða aðlaga landnýtingarreglur
auðlindareglur, skilgreining á það er allu heitavatninu dælt niður aftur þannig að það sé ekki umhverfisáhrif, tryggja þetta að reglurnar sem við höfum að það leyfi þetta. Það er svo, við erum eitthvað með rammaáætlun orkunýtingu sem Alþingi hefur samþykkt og farið oft fram og tilbaka og hefur aldrei eiginlega virkað. Okkur hefur ekki tekist að gera þetta fyrir okkar eigin orkunýtingu, en okkar módel fyrir það hvernig við gerðum það með jarðhitann, að það er orðið kínverska módelið. Þetta er dæmi að Kínverjar að leita að lausnum í það og búa til samstarfi hinn og þess og sækja það. Það var hérna einhvern tímann í vetur, svona stutt eftir að Trump tók við, þegar hann fór að hóta þessum tollum. Þá fór ég og leitaði internetið á viðbröðum svona helstu hagfræðinga í heimi við þessu. Og enginn þeirra var hrifinn af þessari stefnu. En það sem kom mér á óvart að því ég var að hlusta á viðtöluð og lesa viðtöluð, að það kom eiginlega fram hjá, ég myndi segja 2/3 af þessu sem ég var að lesa, að þau voru náttúrulega sumir kvarta yfir því að Bandaríkjamenn væru að taka stefnu sem var eiginlega þvert á allt það sem að hagfræði segði okkur að væri boðleg leið. En þeir sögðu allir að þeir hefðu verið bara í Kína í fyrra eða Kína í mjólinn og þá hljómaði þannig eins og að þegar bandarísk stjórnvöld eru að ýta frá sér þekkingu, að þá eru Kínverjarnir á fullu við að reyna að soga hana til sín. Ég er ekki að segja að hagfræðingarnir komið hann inn og leggji línurnar. Jú, það er beinlínur svolítið. En það var svo augljóst að því að Kína væri að soga allt sem gætu, alla þekkingu, til þess að geta tekið skynsamlega niðurstöður. En svo erum við með í Hvíta húsinu mann sem að vill ýta frá sér allri þekkingu og taka allar ákvarðanir sem að geta umbreytt heiminum og umbreytt heimskipaninni og umbreytt efnahagnum og umbreytt lífi fólks með einhverju svona brjóstviti eða einhverjum. Það er nú þannig að ég verið 70 ára þess ári og ég uppgötaði það að þegar maður er kominn á þennan aldur, eftirleina aldurinn og sem hefur upplifað hitt og þetta í heiminum og séð hvernig heimurinn hefur þreist og móðið minn bjó einu sinni í Torkó og kynslóðin, foreldrar okkar og hennar kynslóð foreldrar þeirra, þeir bjuggu á kortum og við erum búin að gleyma hvað Ísland hefur breyst mikið. Við erum algjörlega háðir útflutningi og persónulega þá held ég að þetta bara fella niður, bara gera Ísland á tollfrjálsu svæði því að það er okkar hagsmunir að hafa bara enga tolla og hafa það bara neysluskatt í staðinn og leyfa þá útlendingunum að koma og allar þessar gjafavörur eru þá keyptar tollfrjálsar. Bara ekki eins og Singapúr eða Hong Kong en það er sér að við gleymum því hvað breytingan þar hafi verið miklar og þær hafa verið mjög hraðar. Í Kína hafa verið margfald hraðari og Kínverjarnir hafa gert það sama í rauninu og við gerum, bara við erum svo litlir við þegar við varum mikið talað vetnisvæðingu hér á Íslandi og við vorum með vetnisverkefni og ég var að vinna í tengslum við það fyrir utanríkisráðuneytið. Að þá var mín afstaða og rauninni afstaða Íslands var og er að við finnum ekki upp hjólið. Við verðum Ísland getur hins vegar verið vettvangur fyrir að prófa nýja umhverfisvæna tækni og þar að leiðandi höfum við verið vettvangur fyrir umhverfisvæna tækni með að nota vetni sem til að knýja strætisvagna eða hvað við viljum. Við prófum það og síðan erum við núna á fullu í rafmagninu. Og gerum það líka og við finnum þetta ekki upp á það sem verður ofan og það er náttúrulega bara markaðurinn og heldið sem ákveður það. Og Kínverjar þeir hafa raunverulega gert þetta líka, þeir fara á og tilengja sér tækni annara og ákveðnu tímabili þeirra þroska þá voru þeir að stela tækni náttúrulega frá einhverjum fyrirtækjum eða samstarfsaðilum en núna þá eru þið búin að setja yfir strangar reglur höfundarétt þannig að þeir eru komnir í gegnum þetta ferli þeir eru komnir í fremstu línu við erum það Íslendingar raunverulega í jarðhitanum og nokkrum öðrum geirum þá eru Íslendingar dálítið góðir vísindamenn og framleiða nýja hluti og svona þannig að Kínverjarnir komnir líka á þann Ég veit ekki hvað mikið inn í jarðvarma vinnslunni en ég hef spurt menn sem hafa unnið við þetta
og sagt að ég skil ekki af hverju Íslendingar eru svona framarlega í þessu, af hverju ætti að vera það. Ekki erum við bestir í því að bora því að það eru menn sem að bora eftir olíu sem að geta sko borað niður í Heimaey og komið upp í ármúlanum og klóra okkur í rassinum sko, þeir eru svo góður í því. Ja. Það eru menn sem að reka túrbínur út allan heim sem að gera það verður miklu meiri reynsla því heldur við og það er náttúrulega til jarðvarma virkjanir víðar heldur en hér. Og þegar ég var að spyrja þetta þá var eiginlega eina sem ég fekk út úr því að við næðum meiri árangri í að það væri meiri nýting á túrbínunni. Það munaði eitthvað 2-3% Hellisheiðarvirkjun heldur en svona almennt var í svona virkjunum held að sé svona virkjanir í Kaliforníu líka. En svo þegar maður veltir í fyrir sér og bara maður keyrir yfir Hellisheiðina þá sér maður ástæðuna. Þegar Íslendingar bara bora meira til þess að halda aflinu sem að fer inn í virkjunina það góðu. Þannig að Hellisheiðin er öll útboruð og það er verið að tæma það er verið að tæma raunverulega orkuna. Eða þú veist, þú kannast þá ábendingu sem hefur að þetta sé ekki nýtanleg endurnýjanleg orka ef að þú sækir of hart inn í það voru að dæla niður. Þannig að ég hef aldrei almennilega skilið það hver er hinn íslenska þekking? Ég hef hugsað mikið þetta og ég náttúrulega er einn af þessum námsmönnum sem fór til Kína. Þeir sko fór langt í burtu og læriði eitthvað erlendis og það er eitt sem er sko, ef þú lítur á íslenska vísindamenn eða Íslendinga þeir fara, þeir sem gangamennavegin að þeir fara alltaf í framhaldsnámið, ég fór nú í grunnnámið líka og framhaldsnámið, þá fara þeir í sko framhaldsnámið erlendis og þeir fara í Oxford, Cambridge og Þannig var það lengst af, nú er náttúrulega miklu meira menn eru að vera doktorar hverjum degi í háskólanum núna? Já, en það er aðalega í einhverju greinum eins og ég veit ekki hvort stjórnmálafræðin eða einhverju hugvísindum, það er ekki í þessum svona flóknari sérhæfðari teknigreinum og svona. Við förum út allan heim og háskólanir í heiminum þeir safna ríkjum. Þeir vilja hafa námsmenn frá 100 ríkjum eða 56 ríkjum eða eitthvað. Þannig að við komumst í þessi Ivy League þessi fílabeins turnana þarna í Bandaríkjunum sem Trump er að ásækja núna fyrir að taka svo mikið af lendur nefndum. Og íslenski nefndum fara allstaðar þannig og þar eru þeir allir þeir þurfu ekki að berjast við mikið af jafningjum og síðan koma þeir heim til Íslands og þá eru þeir fremsti vísindamaðurinn þessu sviði og þurfu ekki að eyða eins miklum tíma í eitthvað að vera að berjast innbyrðis sko, í svona skrifræði spáknum þá eru menn alltaf að meiri hlutanum orkun að fer í að eitthvað að eitthvað svona innri átök eða baráttu milli vísindamanna í staðan fyrir að vera einbeitir sér greininu sem þeir eru að gera. Þannig að við erum með óbílavanlegt sjálfstraust. Við höldum að við getum bara gert allt. Og þess vegna verðum við bestir í ákveðnum hlutum eins og tölvuleiki. Ragnar, ég verð að segja að þetta er ekki kostur sko. Eins og kom í ljós í hruninu sko. Af því að þetta eru sömuleyti sko rökin sem voru notað í bólunni að væru sko samskiptaleiðirnar styttri, að við værum djarfari að taka ákvarðanir. Og hvað endaði það? Í mistökum. Og ég var einu sinni sendur á fund á Hjaltlandsegjum Energy at the Edge, það er að segja orka á norðurslóðum og þá var að það væri sko auðlind í ímynd var einhver hugtak sem var í þessu og ég var byrjað að skrifa einhvern innlegið og svo allt í einu uppkvötaði þetta bara bull sem ég var að skrifa vegna þess að ímynd getur ekki verið auðlind per se sko þú veist það að við höfum einhverja hugmynd og erum að gera hlutina en það er ekki svarið, við höfum bara að gera það skynsamlega þannig að Það er alltaf ekki endurnýtanleg auðlind, hún getur rokið frá þér á einu augnablikki. Nei, en það er sko, og það er eitt við lærðum af þessu, ég nefndi Hauk Harðarsson sem grænavíkingin, hann lærði á þessu, veist, og hann tók þessa íslensku jarðhitaþekkingu og jarðhita sérfræðingana og svo framvegir og settu við samband, sko samstarfsaðili okkar í Kína, Sinopec, þeir geta borað allstar, þeir geta borað frá Grímsey til Veilandsins ef einhver getur það. Þannig að við kennum þeir ekki að bora og það er ekki spurning 2% inn einu en það er spurning líka ímynd en núna eru bankandi fara mjög varlega
íslensku, náttúrulega við getum ekki gert mikið með hérna gjaldmiðil að reyna að fjárfesta yfir íslenska krónur erlend, heldur sér bara ekki hægt. Sko, en það væri það líka fáránlegt ef að íslenski bankar var að fjármagna verkefni í Kína. Ég skrifa, þessi fundur sem ég var að tala um á Hjallasegjum, þetta var eiginlega kortið fyrir hrun, sko, þegar forsætisráðuneytið gaf út með samstarfi utanríkisráðuneytið bæklingum íslensku leiðina sem bara bull, sko. Og ég endurskrifa þessa ræðu sem ég umskrifaði þetta og ég sagði að það ímyndi var mjög mikilvæg og við hefðum reynslu af því að við gætum ekki lifað á þessum eyjum í Norður Atlantshafi og þessum litlu byggðarlögum án þess að gera það í sátt og samlifandi við umhverfið og við skildum gildi bara sjálfbæra þróunar. Þetta var það sem ég sagði og það kynnum við og ef við tegum þennan hugsunátt inn í hérna alþjóðasamfélagið að það væri okkar leið, sko, það var það sem við gætum, þá en ef ímyndin stendur ekki undir sér og snýst upp í andstæðu sína að þá lendum við í örbirgð og niðurneyslu og það er það sem gerist í rauninni. Og svo það náttúrulega, þú nefndir þarna sjálfstraust, að það til dæmis ef þú ferði í svona framkvæmdir eins og í Kína, þá gott að hafa eitthvað með þér sem hefur rekið orkuverið, en líka tengsluna yfir í einstök heimili og þekkir allan þann vanda sem að kann að koma þar og kann að yfirstígan sem að... Og það sem skiptir máli að stjórnvöld í Kína, jarðhitavinnsla á Íslandi hefur alltaf stutt íslensk stjórnvöld og jarðhitaveitan jarðhitaveita Reykjavíkur var gerð með, það var ekki flokkspólitík bakvið því, þetta var sjálfstæðismenn sem voru bakvið þetta og það voru, og hrunið varð sko undir stjórn hins samfylkingarinnar og erlistin eða eitthvað, þá fórum við að fjárfesta sko. Þá fórum við að vera leitað meira að segja orkuveitan var veðsætt sko eða eitthvað það var bara að reka orkuveituna eins og kapitalist fyrirtæki alveg galið sko í einhverju landsóknum og það voru vinstrirmenn sko þannig að þetta er ekki með flokkspólitík að gera sko það er hugmyndirnar hafa áhrif á alla þetta er bara eins og það lyftir öllum bátum og dunkallir aðeins varðandi hvernig Kínverjar sækja sér þekkingu af því að við erum að tala svolítið um Kína og stöðu Kína í heiminum og stöðu kannski Kína í okkar hugmyndum. Ég hef stundum pröfað þetta við rauðaborðið og segi eitthvað sem svo að mestu tæknilegu framfarir í heiminum í dag eru í Kína. Mestu það er aðdánavert að horfa til Kína og sjá hvernig þeir hafa byggt fyrir fólki sem að flykkist úr sveitunum í borgirnar. Það er ekki í kringum kínverska borgir, fátækrahverfi svona eins og Kirkingaról eins og út alla Afríku og Suður-Ameríku og að verða núna meira í Bandaríkjunum. Við getum verið að setja við sem merki þess þegar fólk býr í hesthúsum og iðnaðarhverfum og öðru slíku. Þannig að það er margt sem við getum hort á lestana þeirra, við getum hort á uppbyggingu háskólakerfisins og eitthvað fleira. Margt stórkostlegt sem í Kína og ég tek stundum dæma því að ímyndum okkur ef við værum að koma bara úr torfkóanum sem ammaðinn ólst upp í eða einhverjum sveitum Evrópu og værum að sigla inn í höfnina í New York og sæjum nútímann fyrir framan okkur þessa ógnar vel og við myndum skynja raunverulega aflið hennar fólk fer til Kína og sér þetta sama. Þegar að fólk fór til Bandaríkjanna og horfði á New York og þá sögðu, heyrðu, nú tek ég bara minnisblokkina mína og ég ætla að skrifa niður allt sem er hér og ég ætla að fara heim og ég ætla að læra þessu. Það er ekki það sem að Vesturlandabúar gera þegar þeir fara til Kína. Leið og ég segi þetta við borð og það hlýtur að vera eitthvað sem við getum lært af Kína sem að gera, að þá segir fólk spyr hvort ég ætla að styðja skoðanakúnuna sem það eða hvernig er farið með múslima á Vesturlandamörunum eða er ég að styðja það að verði innrás í Taíland, það verið að stokkið yfir í eitthvað sem að mér finnst ekki koma málinu í sjálfu sér við því að það var þannig að Vesturlönd lærðu margt af Sovétríkjunum, meðal annars að byggja fyrir alþýðu fólk. Menn lærðu þegar menn áttu þess að því að þriðjungur af nemum í verkfræði voru konur.
Það hafði gríðarlega áhrif á Vesturlöndum og Vesturlönd áttuðu svo því að þeir yrðu að gera eitthvað til þess að auka aðgengi kvenna að menntun og störfum og öðru slíku í samfélaginu. Þannig það margt sem að er lært af löndum hans og þú kaupir þau í heilu. Þannig mér langar að spyrja þig, hvernig stendur á því að mesta framþróun sem hefur átt sér stað í heiminum undanfarin 20-30 ár er í Kína? Af hverju horfa Vesturlönd ekki til Kína og læra því? Stort spurt. Ég hefði aldrei sagt þetta sem varst að segja áður Kína fyrir bara 10 árum. Ég hefði ekki þorað að segja neitt í þessu. Ég hefði ekki gert það heldur. Ég var bara að byrja að gera þetta fyrir svona 2 árum. Þetta var ekkert satt á þeim tíma. Sko. Það er bara núna á síðustu 5-10 árum sem þetta er raunverulega kemur í ljós. Kínverska samfélagið og kínverskt þjóðfélagskerfi, stjórnmálakerfi og svo framvegis, það er með kínverskum sérkennum. Það er ekki eins og Vesturlönd. Það er ekki til útflutnings. Það er ekki til útflutnings. Það er engin leið að við gætum byggt á því. Og ekki til eftirbreytni. Það er bara ekki fyrir okkur, sko. En við höfum til dæmis Íslendingar höfum ákvæmna þætti sem spurning er hvort það er hægt að læra þess við erum ekki með miðstýrt ríkisvald. Það er ekki eins að meira segja þannig að ráðherrarnir eru bara eins og höfðingjavald, þannig að ég er að velta við hvort það er ekki komið arfleið frá landnámstímanum eða eitthvað. Og það er öðruvísin á Vesturlöndum. Það er goðaveldi. Já, goðaveldi líklega. En sko, þar sem við verðum bara að finna okkur eigin leið. En þar við getum lært af þeim er ýmislegt. En það er afneitinu sem við erum yfir árangurinn sem við hefum náð og að við er svo mikil að við reynum ekki að leita því hvernig það náðist. Það er ekki það að þeir sem er leniniska flokk sem segja öllum hvernig þeir eru að hugsa. Fyrstilega er það ekki svoleiðis að þeir segja fólki hvernig þeir eru að hugsa. En flokkurinn er ekki leniniskur, hann sprottir upp úr hefðbundnu kínversku samfélagi sem við getum rætt í einhvern veginn síðar, sko, þó að hann hafi svona sögulega þá hafi flokkurinn orðið til að nafninu til sem tilraun til þess að byggja leniniska flokka, þá var það eitthvað allt annað. En það er atriði eins og það að taka ákvarðanir sem við stöndum við, að hugsa til lengri tíma. Þetta er okkar núverandi stjórnmálakerfi og okkar núverandi hvernig við gerum hlutina, við getum það ekki. Það er sundabröð, hvernig óskumur getum við að rífast einhvern veg eftir en Ragnar, ég er eiginlega ekki að spyrja það hvernig við ættum að móta samfélagi þannig að verði líkara Kína, ég er alls ekki með það. Ég er bara að meina, tökum bara dæmi eins og almenningssamgöngur. Hvar eru mestu svona framþróunar í lestaruppbyggingu það er í Kína? Þegar að verið undirbúa borgarlínu, ég held að við farið til San Francisco og Düsseldorf og eitthvað svona. Af hverju verður fór þetta fólk ekki til Kína? Það getur vel verið að þar sjáum við bara lausnir að við getum gert þetta með einhverjum allt öðrum hætti og við getum verið að fara að tala lest á milli Reykjavíkur og Akureyrar, við getum verið að tala að bora hér borgarlínuna undir Reykjavík eða eitthvað fleira vegna þess að framþróunin í því að bora er orðið meiri. Ég er ekki að spá fyrir hver niðurstaðan væri. En mér þetta er eðlilegt allavega bara í sambandi við tækni og verkfræði ef þú ert eitthvað að pæla í því, fara til Kína. Já, það er algjörlega, en eitt af þessu er að Kínverjar hafa ekki verið að markaðsetja sitt módel til annara. Þeir bara hafa gert hlutina. Þeir eru að bæta lífskjör síns eigin almennings. En það er að verða ákveðin breyting núna, síðustu 5 árum, að þá eru þeir að, þeir eru orðnir það öflugir og samneyslan er orðið það mikil og bara yfirleitt sameiginlega auður samfélagsins að þeir eru að taka þetta til annarra landa og það er hlut af íslenska jarðhitasamstarfinu við Kína að stefna því að taka þetta módel til annarra ríkja og gera það, þó það hefði ekki verið en þá. Og síðan í Afríku, þá er mikið talað það að Kínverjar séu að hafi séð stofna einhverja nýlendur í Afríku þó aldrei hefur bent á eitthvað dæmi það vegna þess að þeir eru ekkert inn í pólitíkinu og skipta sér ekki nákvæmlega 0 af henni, og er ekki að styrkja nein lönd með einhverjum opnagjöfum en svoleiðis. En þeir eru að byggja járnbrautir og þeir eru að hjálpa byggja inn við. Ég hef farið reglulega til Tógó í Afríku og það fyrst var það bara ekkert að frétta.
svo allt í einu byrjar að verða breytingar, veginni fara að breytast og maður sér það bara allt í einu komið allt annað afl í samfélagi, allt Kínverjar. Og þetta nefnilega það sem þeir fengu ekkert út úr samskiptum við Frakka fyrirverandi nýlendu þjóðina eða Bandaríkjamenn eða neitt eða Vesturlönd, fengu aldrei neitt út úr því. En allt í einu koma Kínverjarnir og þá allt í einu fer allt í gang. Já, Vesturlönd, okkar þróunaraðstoð hefur fólist í því að kenna þeim að skrifa umsóknir styrkveitingar og síðan skýrslur notkun fjármunana. En síðan hefur ekkert verið gert kannski, ekki mikið. En Kínverjarnir bara gera sér þetta eins og ef við ætlum að byggja vegi í Þingeyjarsýslu, við förum ekki að kenna Þingeyingum að verða verkfræðingur og byggja sín eigin veg. Það er raunverulega teymi sem kemur frá Reykjavík og byggir þetta. Varðandi hvort að við lærum eitthvað í Kínverjum og ég var nú að nefna það að marxisminn hefði kannski flutt í Kína og þá ættum við Vesturlandabók kannski kíkja á hverju þróunin og honum var þar. Íslenska leiðin við jarðvarma vinnslu, hún flutt í Kína. Þar komin og þróun. Við erum bara jarðvarmanum á Íslandi eru bara 350.000 manns, það eru 10 milljónir í Kína og þar náttúrulega hlýtur að þróast aðferðin, hlýtur að þróast þar. Hefur við einhverja getu til þess að ná þeirri þekkingu og þeirri breytingu sem verður tilbaka? Já, það þannig að íslenskir jarðhitasérfræðingar þeir hafa alltaf bara verið bara jarðhitasérfræðingar og unni sína vinnu vel og aldrei dottið í huga að sækja einkaleyfi á neinu sem það hafa gert. Ég nánast tengu bara, veit ég hvort það er eitthvað til. En í Kína þá þetta samstarfsverkefni Íslands og Kína að það með líklega 100 einkaleyfa. Þannig að það sótt og tæknin hefur verið að þróast. Það til dæmis á Íslandi þá Þannig við erum að kaupa tækniþróunina tilbaka? Nei, það myndi vera með fjárfestingu að koma þá aðstóða bara, í samvinnuverkefni við að gera eitthvað ef við þarf. En tæknin sem notuð í Kína og þarf að gera, hún tölvöld öðruvísi á Íslandi því að við vorum ekki að dæla niður vatni, jarðhitavatni. Það verður alveg skilyrðislaust að gera í Kína og Evrópu þá verður að dæla öllu vatninu aftur niður vegna þess að annars erum við að tæma eitthvað holrúm og búið til hella í jörðinni sem síðan getur orðið bara jörðið fallið saman og svo framvegis. Þannig að það voru að dæla vatninu aftur niður og í Kína oft þannig að vatni sem dælir upp að það er sandi blandið, drulla og þá höfum við einkaleyfi á því að hvernig það er hreinsað og dælt síðan aftur niður og síðan bætt við til þess að landið jafni sig. Þetta sem sagt eins og við erum að gera í samvinnu og þessi einkaleyfi eru þá í eigu þessa samvinnufyrirtækis sem í rétt rúmlega 50% í eigu kínverska olíurisans og síðan eiga Íslendinga 40% eða eitthvað eða íslenski hlutin og það líka tilraunaverkefni fyrir Kínverja vegna þess að þetta olíurisin hann hafði áður fyrr þá var hann í svona samvinnufyrirtækjum bæði innanlands og erlendis samvinnufyrirtæki en reglan var svo að ef þeir voru í samvinnu aðra þá áttu þeir 70% byrni með að verið og svo það ekki nema 30% sem samstarfsaðilinn hefði. Þannig erum við mjög nálagt helming og þetta vegna ástæðan fyrir því velgengni fyrirtækjins að það var beinlínis tekin ákvörðun í æðstu stjórn Kína og það vegna þess að Kína það er stjórnað af litlum hópi manna sem raunverulega endanlega tekur ákvarðan og grundvelli tillagna frá þeirra sérfræðingum það að vinna með Íslendingum Íslendingar hefur lært þetta, þeir hefur getað gert það með nýsjálendingum en það var ákveðið að vinna með Íslendingum við þróun þessa og það var tekið á æðsta plani og ég uppgötaði það ekki fyrir síðar eftir að þetta starf var komið vel á veg að æðsti leiðtogi Kína hann hefur heimsótt Ísland og við vorum að bjóða honum Íslendingar hafa boðið honum að heimsækja Ísland og hann sagði ég hef nú reyndar komið til Íslands hann sagði Steingrími J. Sigfússyni þetta sem var þá þingforseti í heimsókn til Kína með baltneskum Eystrasaltsríkja hópi þingmannaformanna frá Eystrasaltsríkjunum og Norðurlöndunum og þá segir hann ég hef komið til Íslands og þegar hún kom aður og síðan fórum að flettus upp og það var 1979 að þá kom hann sem nýútskrifaður á háskóla til Íslands og var þá með
með kínverskum ráðherra Gengbjá sem var úr ríkisráðinu og var þá yfir utanríkismálum og varnarmálum og svo framvegis. Hann fór til Finnlands, Noregs og til Svíþjóðar og Íslands og líklega maður lítur á annar hóp, það líklega verið að skoða hérna hvernig stæði á því að sem væru í NATO og önnur ekki og hvernig þið getur starfað saman og hvað það væri eiginlega sko og hérna hann var með. Og það sem meira að þegar ferðin var í undirbúningi þá hef ég líklega hitt hann í danska sendiráðinu því að Gengbjá kom í danska sendiráð og þjóðatíð í daginn og danirnir höfðu umsjón með okkur og þá var ég beðinn að tala við ráðherrans að þau komið í heimsókn og verið að undirbúa að fara til Íslands og Svolítið óefilegt, Ragnar, að það var hittar bara mjög ekki eftir honum. Já, ég með svo þegar þetta reyfjans, ég náttúrulega man eftir því að verið í sendiráðinu, svo man ég eftir þessu unga manni sem kom og sagði, heyrðu, ráðherrann, ert þú Íslendingur? Ég sagði, já, þú ert eini Íslendingurinn, já, ég veist eini Íslendingurinn í Kína þessu tíma, þetta var í sumarleyfinu, danski þjóðdagurinn mitt sumar og hérna við, svo sagði ég ráðherrann við tala við, hversu, hann að fara til Íslands, ok, svo fór ég og hann spurði mig það hvers vegna Ísland hétt Ísland og ég sagði hann sögun og það og svo þegar ég gekk út og þá fylgdi þessi ungi maður mér og sagði mér að ég sagði hérna, hvernig var þetta, ég var búin að læra kínversku í 4 ár, eða verið í Kína í 4 ár og talaði nú fannst mér mjög illa og var svona brogað og hann sagði þetta var alveg flott, þetta var fínt sko og hérna, og ráðherrann mjög ánæður þetta með það að sagan það hversana Ísland heitir Ísland og þetta var raunverulega ekki búalegt á þessu landi og svo framvegis. Málið að þetta hefur satt í hausnum á síðan þessum unga manni og hérna hann þegar hann sko, vegna þess að þessi ráðherra þess að ég var náttúrulega bara þegar hann á þessu tíma þá vissi ég ekki hvernig dagskráin en Íslendingar hafa alltaf sömu dagskrá fyrir erlendan lit og förum alltaf með á jarðhitaver og sínum borhólu. Þannig að það eru með alveg á hreinu að við erum með jarðhita. Þannig að það stimplast í hann svona snemma að Íslendingar kunna gera jarðhita. Þannig að þetta held ég sé nú líka einn af þessum þáttum í því hversuna það nýtur stuðnings á eftir. Þetta er fyririldi, já þetta er eins og fyririldi sem sveiflar vængun og breytir sögunni. Herðu Ragnar, gaman að fá þig hingað og bara mjög mikilvægt að vera með svona sjónarhorn frá Kína í þessum heimi sem við lifum. Takk fyrir að koma hingað og ég ætla að setja bara komu, ég ætla að fá þig aftur til þess að ræða. Við finnum annað tilefni til þess að ræða Kína, einhvern tímann fljótlega. Takk fyrir það. Takkilega. En við ætlum að halda hér áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn. Það er næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.